tveir. Góðan daginn, Smárakirkja. Gaman að sjá okkur á samkomu. Við erum bara með hlaðna samkomu í dag. Við erum með lofgjöruna og svo erum við með kórinn okkar. Hann ætlar að syngja fyrir okkur í dag. En Sibba átti að tala í dag en hún er lasin heima. Við skulum bara endilega hafa hana í bænum okkar. Ef við ekki að byrja á að rísa á fætur og leggja þessa stund í Drottins hendur. Og svo ég gleymi því nú ekki, og langar maður líka að bjóða velkomna þá sem að fylgjast með á netinu, sem að horfa heima eða í vinnunni eða hvað sem þeir eru. Hjartalega velkomin, gaman að vita af ykkur þarna að fylgjast með okkur og endilega vill minna á að þið eru hjartalega velkomin til að koma og vera með okkur á samkomu. En við skulum biðja. Heilagur Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman, við fáum að lyfta þínu heilaga nafni, Drottinn. Ég bið að blessa þessa stund, Drottinn, tónlist, þá sem tala, Drottinn, þá sem þjóna, en fyrst og fremst alla þá sem bæði eru að horfa á netinu og þá sem að sitja hér eru komin til þess að fá, Drottinn, frá þínu borði. Ég bið að þú blessi þau, Drottinn, að þau fái sitt deildarverði í Jesú nafni. Og allir líðunni sagði, Amen. Þið viti hvernig þetta er hérna í Smárakirkju, ykkur er alveg hjartalega velkomið að standa og klappa og syngja og hrópa og taka fullan þátt. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. He became sin, who knew no sin, that we might become his righteousness. He humbled himself and he carried the cross. Love so amazing, love so amazing, Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, his blood the wine, broken and poured out, all for love. The whole earth trembled and the veil was torn. Love so amazing, love so amazing, Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah.
Messiah, Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God. The light of the world, Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all, Jesus Messiah, Lord of all. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are great. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good.
and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Oh, woo. Ice Skater. Woo. You gave me courage to believe that all your goodness I would see. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God. To you I lift my offering and set my heart on higher things. For if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God. Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, but by the grace of God. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, but by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, not for your goodness and not for your grace, I don't know where I would be today. Not for your favor, I never could say I'm still standing. If not for your mercy and not for your love,
say I'm still standing. I'm still standing by the grace of God. Woo! Halleluja. Það er gaman að lofa Guð. Má ég heyra með? Herðu, við erum með alveg ósala flotta kór hérna. Ég ætla að reyna að ná andanum hérna. Ég skil ekki hvernig þessar rockstjörnur gera þetta. Þeir eru orðnar 60 og 70 og hoppa kannski heilu kvöldin og syngja rocklög. Þetta er mér algjörlega óskiljanlegt. Ég tek 2-3 lög og ég þarf bara að fara í öndun yfir. Ég þarf greinilega að fara að gera eitthvað annað í ræktinni en ég er að gera. Herðu, en hérna, við erum með rosa flotta kór hérna sem að Matti er að stjórna. Hann er að gera þessi klárin hérna. Ef við ekki að fá hann að kóru. Ég ætla nefnilega að fá að syngja eitt lag með. Ég var að hlusta á því hérna áðan. Þessi kór er orðinn bara virkilega flottur. Rosalega gaman að það sé að vera til svona flottur gospelkór í kirkjun okkar. Þetta er svo rosalega flott verkværi til að ná til fólks. Má ég heyra með? Það var rosalega samfærandi hjá okkur. Má ég heyra með? Það var aðeins betra. Þið eru öll vakandi hérna, eða ekki? Má ég heyra með? Já, þetta var aðeins betra. Halleluja, herðu, við ætlum að... Já, ég ætla bara að fá að syngja með kórnum, þau ætla bara að syngja svo. Fullt af lögum fyrir ykkur. En hérna, hvað heitir þetta lag sem við vorum að syngja? I know my God. Við ætlum að syngja það. Þið getið ekki séð það, sko. Það er alveg bannað. Linda, nú ert þú Simba. Þannig að þú voru að standa upp. Þú voru að leiða hópinn. Herðu, þetta er bara svona hresst, skemmtilegt gospellag. Eldgamalt og ótrúlega skemmtilegt sem við erum alltaf að taka. Og nú ætlum við að syngja það með kórnum. Þannig að bara endilega takkið þátt. Jóhann ætlar að leiða okkur í þessu. And he raised the dead. And he raised the dead. Oh, 5,000. Oh, 5,000. Hungry souls he fed. Hungry souls he fed. There ain't no secret what God can do. What he's done, he'll do it for you. My God can do everything. Oh yes, my God can do everything. Solo. Whatever the problem, I know my God, He is able to solve them. He is able to solve them. Oh, He'll make a way, out of the way, out of the darkness into the day. My God can do anything. Oh yes, my God can do anything. I know my God, He can do anything. Do anything. He can do anything. Oh, he's got the power. He's got the power. Oh, he's got the power. He's got the power. Oh, he's got the power. He's got the power. He's got the power. He's got the power. My God can do anything.
do anything. My God can do anything. My God can do Halleluja! Við ekki gefa þessu kór gott klapp. Ég ætla að láta mig hverfa og þau ætla að lofa Guð með ykkur. Má ég vera með? skalt ekkert óttast og engu kvíða. Til hann sem huggar, já hann sem bætir hag. En veist að þú átt vininn Jesú, sem að veit öll þín sál. Og ef hjarta þitt þjagað,
og styrk þú veitir mér. Ég örugg því að eitt víst, ég í höndum þér. Þú skalt ekkert óttast og engu kvíða. Til hann sem huggar, já hann sem bætir hann. En veist að þú átt vininn Jesú, sem að veit öll þín sál. Og ef hjartan þitt þjakað, hann þerrar sér hvert hár. Og því stöðugt ég fæ staðist og styrk þú veitir mér. Ég örugg því að eitt víst, ég í höndum þér. Með Jesú ég fæ staðist, því Jesús bjargar mér. Ég örugg, elsku frelsari, ég í höndum þér. Óvissa og einsemd, áhyggjur og neyð, kunningjar sem hverfa og hvergi opin leið. En veist að þú átt vininn Jesú, sem að veit öll þín sál. Og ef hjarta þitt þjakað, hann þerrar sér hvert hár. Og því stöðugt ég fæ staðist og styrk þú veitir mér. Ég örugg því að eitt víst, ég í höndum þér. Með Jesú ég fæ staðist, því Jesús bjargar mér. Ég örugg, elsku frelsari, ég í höndum þér. Því stöðugt ég fæ staðist og styrk þú veitir mér. Ég örugg því að eitt víst, ég í höndum þér. Með Jesú ég fæ staðist, því Jesús bjargar mér. Ég örugg, elsku frelsari, ég
soul's not satisfied. Renew my faith, oh Lord, restore my joy and dry my weeping eyes. Oh Lord, take me back. Oh Lord, take me back. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Where I first received you, God. Take me back. Oh, take me back, dear Lord, where I first believed. I tried so hard to make it all alone. I need your help, oh Jesus, just to make it whole. Take me back, oh, take me back. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Oh God, take me back to the place. Take me back, Lord. Take me back, dear Lord, where I first believed. Oh Lord, take me back, Lord, take me back, dear Lord, to the place where you and I first received you. We first met God. Take me back, Lord, take me back, dear Lord, where I first Það er ekki talað þennan, eða? Við ætlum að, gaman að sjá okkur. Ég ætla aðeins að setja mig í fótspor Sibbi í dag. Ég fórnaði mér. Nei. En hún er svo lasin heima. Og endilega hafa henni í bænum ykkar, hún er mjög lasin. Og það er ekki oft sem ég heyri hana svona veika. Eiginlega bara aldrei. Við ætlum næst. Þetta er svo geðveikt lag sem ég var að syngja. Þetta er svo gamalt. Það fer svo beint í ræturnar og það bara að koma allar tilfinningar fram hjá mér sem hægt er að koma fram í einu lagi. Það er bara farð á fyrsta reitin þar sem þú fyrst hittir Guð. Ég fæ bara, það bara gerist eitthvað innra með mér. Við verðum að muna hvaðan við komum. Við verðum að muna hvernig þetta var fyrst. En við stundum festust við í bara einhverju. Það er bara lífið og við festust bara hér. En við eigum Guð sem elskar okkur og vill gefa okkur líf í fullri gnægð. Og hann vill taka okkur og leyfa okkur að lifa þar sem fyrst hittum hann, þessar tilfinningar. En ég ætla ekki að tala núna, en við ætlum að taka fórn. Djáknar, eru þið þarna? Það eru pósar frammi, við gefum í hús Guðs að því að við rekum þetta hús sjálf. Við rekum þessa kirkju sjálf. Við erum ekki á styrkjum frá ríkinu. Og þetta er í rauninni bara eins og ég segi við sjálf mig, þegar ég þarf að kaupa eitthvað fyrir mitt heimili, þá þarf ég að gera það sama við mína kirkju ef ég vil hafa hana gangandi. Þetta er einhvern veginn svona, þetta er annað heimili. Ég stundum meira hérna heldur en heima hjá mér. Skilji, þá svona, maður vill koma í eitthvað, ekki að sé rafmagnslaust og allt orðið ónýtt og við verðum að halda þessu við. Og það er lykill í því að gefa. Það stendur í orði Guðs að þegar við gefum með gleði,
endilega gefið mig gleði, þá mun hann blessa okkur á þeim sviðum sem við þurfum á. En við ætlum að biðja. Takk Drottinn fyrir að við fáum tækifæri til þess að blessa hús þitt, Drottinn. Ég biði vertu með okkur í dag, ég biði að gera eitthvað nýtt í lífum okkar og þeir sem tala eftir, gefðu nærveru þína og smurningu. Ég biði vertu með okkur og blessa þá sem gefa og þeir sem geta ekki gefið, ég biði að blessa þá ríkulega með góðum vinnum, með fjármál í lagi og fleira. Í Jesú heila nafni, amen. Tími ekki að láta hann að syngja án þess að við heyrum, hún er með svo rosalega flotta rödd. Er það rétt mikrofónanlega? Núna þessi. Já, flott.
Ef ekki að gefa kórnum enn eitt klappi meðan við förum hérna niður. Komið. Hæ, nú er ég búin að syngja. Nú ætla ég að tala. Nei, ég ætla ekki allavega að kaffara ykkur í neinu. Við ætlum að, eins og ég segi, Sibba ætla að tala í dag en hún er því miður ekki hérna. Ég ætla ekki að segja meðalvor, heldur við ekki hérna. Nei, nákvæmlega, við hérna. Hún er allavega á batavegi en hún er ennþá samt forvik. Þetta er voðalega leiðilegt að heyra. Við ætlum að fá 3 vitnisburði í dag og það sem við erum búin að gera síðustu 2 sunnudaga, ef maður rétt. Við erum búin að tala hérna, við sungum lag sem heitir Praise, hvað er það? Praise a Hallelujah, Raise a Hallelujah. Og við erum búin að tala hvenar í lífum okkar þetta gerist. Hvenar er það sem við köllum út halleluja þegar við köllum út nafn Drottins? Hvenar er það? Og við ætlum að hafa það svona pínu þema í dag. Og ég ætla að byrja á bara Karinni. Já, gefum Karinni gott klapp. Já, bara lítum á. Ef ekki að loka. Þú varst ekki að tala um það líka. Úti, ok. Já, komið í sæl, elskurnar. Það er mér mikil heiður og ánægja að fá að gefa minn vitnisburð hér í dag. Sibba mín hringdi í mig eitthvað 2-leytið og spurði hvort ég myndi vilja hafa vitnisburð. Ég sagði sjálfsögðu já. Ég segi alltaf já ef ég fæ tækifæri að vitna hvað Guð hefur gert fyrir mig. Því að hann hefur gert alveg rosalega mikið fyrir mig. Ég held ég geti sagt það bara, ég er gangandi kraftaverk og það er ekkert öðruvísi. Ég var að hugsa heima áðan, hvað á ég að segja? Jú, ég hef frá svo mörgu að segja. Og ég var að hlusta á lag á Spotify með Andrew Crowd. Through it all. Í gegnum allt saman. Í gegnum allt saman sem ég hef farið í gegnum, þá hef ég lært að treysta Guði í gegnum allt saman. Og það er eiginlega þar sem við í raun og veru fáum þann þroska sem við eigum þegar við förum í gegnum dalina með Guði og rísum síðan upp. Þar eignust við þessar dýrmætu perlur og eignust virkilega eitthvað. Svo kom annað lag á eftir sem heitir To God be the glory. To God be the glory for all the things he has done for me. Bara Guði sé dýrðin fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir mig. Ég tek sko undir þetta. Ég var svo lánsöm, 1990 þá frelsaðist ég í veginum. Það var fyrsta kraftaverki. Nei, það var ekki fyrsta, það var annað sennilega. Mér langar bara að, það er í raun og veru eitt sem að mér langar að gefa vitnisburðum svona helst, en þegar ég er 2 mánaða gömul, ég man ekkert eftir því, en þá bjuggum við, ég og fjölskylda mín, í sömu blokk og Vörður og mamma hans, Ragnheiður gamla, og mamma vissi það að Ragnheiður átti stóran Guð. Mamma var ekkert svona almennilega kannski trúið, en hún vissi að Guðinn hennar Ragnheiðar, hann var stór og gat gert kraftaverk. Og ég er þarna pínulítil og ég fæ hitakrampa og ég var orðin svarblá og var í raun og veru að deyja. Mamma hleypur með mig upp til Ragnheiðar, bankar og Ragnheiður kemur til dyra. Sér bara svarblátt barnið og þrífur mig í fangið og lyftir mér upp til Drottins og hrópar á Guð. Og Guð gerði kraftaverk og ég kom til sjálfs míns og var bara eðlileg. Ég varð að segja frá þessu, af því þetta er risa kraftaverk, já. Svo veit ég að gamla konan hefur að sjálfsögðu beðið fyrir okkur. Og 90 þá frelsast ég upp í vegi
Og ég var svo leitandi, ég var búin að vera svo leitandi í mörg ár, í alls konar spiritisma, kukl og mér datt í hug ein setning sem að maður heyrir svo oft út í þjóðfélaginu, það er sama hvaðan gott kemur. Nei, það er ekki sama. Bara ég segi það og ég stend við það, ef við eigum Jesú, þá eigum við allt. Þá eigum við allt. Þannig er það nú bara. En mér langar að vitna magnað kraftaverk sem ég á í mínu lífi. Og ég verð að segja það að ég hef svo oft staðið frammi fyrir kringumstæðum að ég hef þurft að treysta Guði 100%. Ég hef þurft að henda mér í fangið á Jesú eins og unga barn þarf að treysta móður sína. Og ég get sagt það að á þessum stað, þar eignast maður sennilega mestu trúna á Guð. Þegar maður getur ekkert gert annað en að treysta Guði í vonlausum aðstæðum og hort á hann gera kraftaverk. Og ég hef svo oft verið þarna. Og það er sennilega það sem hefur komið mér hingað, að ég treysti Guði, ég trúi á hann 100%, það er ekkert sem er honum megn. Og ég kom líka hingað upp í dag til þess að bara hvetja ykkur að gefast aldrei upp á að biðja, af því að Guð mun svara bænum okkar á réttum tíma. Ekki endilega þegar við viljum, heldur þegar rétti tíminn er. Þannig að það er stundum þannig að okkur líður að ég fæ ekki bænasvar og svona ýmislegt, svona ýmsar efasemda hugsanir sem koma til okkar, en við fáum bænasvar. Ef við gefumst ekki upp, við höldum áfram að knýja á. Og alltaf þegar Jesús læknaði í Biblíunni, þá sagði hann alltaf, það er trú þín sem hefur bjargað þér, þín eigin trú. Þannig að þetta snýst allt að við trúum. En nú ætlum ég að gefa magnaðan vitnisburð. Já, ég er læt að koma. Og dóttir mín, eldri stelpa mín, ég veit ekkert hvort hún vill að ég segi þetta, en ég segi það bara samt vegna þess að þetta er svo stór og magnaður vitnisburður. Hún lenti í neyslu í alveg 9 ár. Og það er sko ekkert grín að missa krakkana sína þangað. Það er bara hryllingur. Og ef maður treystir ekki Guði, þá veit ég ekki hvenær. Og í þessi ár þá þurfti ég að treysta Guði 100%. Því ég gat ekkert gert. Annað en að vera til staðar og biðja bænirnar mínar. Jú, það er auðvitað risa stórt að eiga bænirnar. Og ég man eftir einu skipti að hún var búin að vera í einhverju partíi í hálfan mánuð, 3 vikur. Og ég er bara biðjandi. Og ég er svona eiginlega alveg að komast að endanum að sjálfri mér. Ég er grátandi upp í rúmi og ég bara biðja Guð, bara þú verður að gera kraftaverk og ekkert minna. Og ég er að biðja Guð að sækja stelpuna og koma með hana heim, því að ég var búin að panta fyrir hana í meðferð daginn eftir upp á Hlaðgerakoti. Og stelpu raskatið kom. Hún kom og ég bað, Guð sendi englana sína, sótt hana í partíið, komu með hana heim og hún hafði ekki hugmynd hvað hún var að gera heima. Ekki hugmynd. Er ég að skipta föt? Er ég að baða mig? Hvað er ég að gera? Hún kemur heim, hún sér að mamma er upp í rúmi og svona svolítið brotin og hún kemur og sofnar upp í rúmi. Síminn hennar hringir og hringir og hringir. Og vitið þið hvað ég gerði við símann? Ég henti honum. Ég er nú búin að segja henni það í dag að ég hafi hent símannum, en ég sagði henni það ekki, að ég vissi að hann var fullur af einhverju ógeði og svona óaskilegu fólki. Skulum bara segja það. Svo vaknum við morgunin eftir. Ég renni með hana beint upp í Hlaðgerðarkot og ég held ég hafi keyrt á svona 40
því að hjartað í henni var að bresta. Ég gat ekki keyrt hraðar, hún var búin. Og þetta gerist aftur, síðan fer hún í þessa meðferð, hún kemur svo heim og svo líður eitthvað tími, ég man ekkert hvað það var. En síðan gerist nákvæmlega það sama aftur. Hún í einhverju partíi, búin að vera ofboðslega lengi og ég bara bíð og bíð og bíð og bíð. Og það gerist nákvæmlega það sama. Stelpuraskatið birtist heima. Ég segi þetta bara svona. Veit ekkert hvað hún að gera. Kemur inn til mín, upp í rúm, sofnar. Ég fer með henni meðferð daginn eftir. Þetta bara Guð. Þetta bara Guð. Þegar við biðjum krakkar, mér langar bara fyrst og fremst að hvetja okkur til að gefast aldrei upp í bæninni. Aldrei. Af því að við eigum kraftaverki. Kraftaverkið okkar, það að koma. Við skulum aldrei missa trúna. Og þarna veit ég, Guð sendi bara englana, sótt hana og ég fór með hana. Og í dag þessi stelpa búin að vera edrú í 7 ár. Og hún á tvær yndislega stelpur, yndislega mamma og ég líka frábær amma. Og það sést ekki á henni í raun og veru að hún hefur farið í gegnum þetta. Þannig að hún lifandi fyrir bænir. Það veit mamma. Þið vitið sem eru mæður, mömmur vit alltaf best. Og það þýðir ekkert að segja okkur neitt annað, við vitum bara. En hún lifandi fyrir bænir. Og ég ætla bara að gefa Guði dýrðina og ég ætla að halda áfram að gefa Guði dýrðina meðan ég lifi og starfa fyrir hann. Og ég ætla bara að biðja Guð að blessa ykkur í Jesú nafni. Amen. Jæja, það ekkert annað. Þá við komið að mér. Og eftir vinkonu minni með þennan magnaða vitnisburð. Mér langar að byrja á því að þakka ykkur sem voru hérna á 50-skvöldinu fyrir að hafa komið hingað. Það var geggjað kvöld. Og fyrir ykkur sem mistið að því, þið verða að koma næst. Ég vil endilega fá að tala erfið tímabil í lífi okkar. Eins og Karin var að tala Fyrir það bil 10 árum þá fékk ég mörg erfið verkefni á 3 mánuðum. Ég stóð uppi atvinnulaus. Ég missti pabba minn úr lungnakrabba eftir bara mjög stutt veikindi og ég skildi í sömu viku og hann var jarðaður. Þannig að á þessum tíma þá þurfti ég svo sannarlega að reisa halleluja og það oftar en einu sinni og oftar en 2 svar. Og ég get sagt ykkur það var texti sem að kórinn var að syngja á undan heilagur, heilagur. Allur sá texti hægt að fá hann upp á skjáinn. Ég man ekki hvað lagið heitir. Ekki heilagur heldur hitt sem að var á undan. Nei, ekki Take Me Back, það var íslenskt lag. Þú skalt ekki óttast, já, það gæti verið það. Jú, því að ég á vininn Jesú. Já, það semst sá texti, ef að hann hefur einhvern tímann átt við í mínu lífi, þá var það þarna. Og það svo skrítið að ég finn, og þið megi hlæja að mér, en ég finn þegar heilagur andi kemur. Og ég finn þegar hann yfirskikki mig. Það hlutur sem að segir mér, hann hér, hann með mér og ég get hrópað halleluja, takk drotti minn. Ég líka búin núna undanfarið ár að eiga svona rússíbana ár og þið sjáið, ég stend hér. Og ég get alveg sagt ykkur það að eftir sem maður verður eldri, þá verður erfiðara að takast á við vandamálin í lífinu. Og erfiðara. Já, við höfum kannski ekki sama þol, en það sem við höfum í staðinn andlegt þol. Við lærum af göngunni með Jesú hvernig við getum verið styrk í honum. Og það var nú svolítið skemmtilegt, í gær var ég að horfa á fyrirlestra, ég geri það mjög gjarnan á kvöldin, og þá var viðtal við lækni, og ég reyndar hef heyrt þetta áður, en mér fannst þetta bara svo frábært, að við höfum ákveðna ábyrgð, og ábyrgðin sem að við höfum inn í svona kringumstæðum
að hlusta á hann. Og þessi læknir, hann var að segja frá því að í dag vitað að boð berast frá hjartanu til heilans en ekki frá heilanum til hjartans. Og þetta eru rafboðin, þetta eru tilfinningarnar okkar og það eru ákveðnar taugar sem að líka liggja frá, við tölum svona gut feeling, það er ákveðin svona taug sem að liggur þangað frá heilanum semst og niður eða öfugt. Þannig að þetta fer í raun og veru öfuga leið, segja þeir í dag. Og ábyrgðin okkar held ég að sé að hlusta á hjart okkar. Inn í aðstæðum þar sem okkur líður ekki vel, þar eigum við að hlusta. Vegna þess að þar fáum við svar það hvernig við erum að halda áfram. Og við verðum að hlusta. En þegar ég hef verið með námskeið og spyr fólk, hvernig heldur að lífið þitt væri ef þú hefur alltaf hlusta á hjartað þitt? Heldur að það hefur breyst og svo byrðir fólk að rétta upp hendina. Og hvað gerist? Það fyrir hver einasta hendi á loft. Af því við vitum þetta. Ég ekki að segja neitt sem fólk veit ekki. Og ég veit það af minni göngu að til dæmis myndi ég ekki standa hér í dag. Ég hefði heldur ekki staðið hérna á 5. og í því stressi sem var þá, ég hefði ekki staðið ef ég ætti ekki stóran Guð. Ég á líka svipaða sögu og hún Karen vinkona mín með dóttir mína. Og hún búin að vera edrú í 12 ár og hún var mamma núna fyrir nokkrum mánuðum. Og hún sko meira en kraftaverk og ég get sagt ykkur, og þið sem eru mömmur, þið kannski skiljið það sem ég að segja, þegar við erum komin á þann stað að við segjum Drottinn, takt hana. Takt hana, ég get ekki hort upp á lífið hennar svona. Þegar við erum komin á þann stað, að þá erum við komnar í rauninni á þann stað þar sem að við sjáum að það ekki takt að gera. Og barnið okkar á þannig stað að við viljum bara alls ekki að það sé þarna. Því líður illa og við sjáum það. Og það búið að missa tökin.